Ég er ekki átt að með þessum pivot-töflur. Nei. Þá er upptakan komin í gang og velkomin, þetta er annar aukatíminn sem við erum með hérna í íslensku sjávarútvegi og í dag þá ætlum við aðeins að renna yfir Excel og þá aðalega yfir pivot-töflur. Það sem ég gerir ráð fyrir að langflest ykkar hafi ekki notað pivot-töflur áður, nema kannski í fiskifræði, en magniði verðmæti. Og ef ég myndi fjarlægja svona aðrar þá fer ég allavega niður og ég er komin í línu 40 og línu. Parent row total, ítta OK og þá getur séð hérna, já, árið 2000 einungis að skoða kaupandann sem er þá í þessu tilfelli bara Samskip. Þetta er rosa lítið af gögnum. Akkur er hljóðið svona. Þá getur gert þetta líka. Ég get sett árin hérna í columns. Kaupandinn fari hérna í rows og og filterinir eru alltaf þarna. Þannig ég smelli hér, vel Samskip. Til í rauninni svona pínu svona sandkassa fyrir okkur með þessum filterum. Og til þess að búa til pivot-töflu er það fyrsta skrefið að við þurfum að búa til töflu og þið sjáum að gögnin það er fyllt í allt. Og þá fer ég aftur insert og ég smelli bara einhvers staðar inn í töfluna sem ég er að vinna með. Bara skiptir ekki máli hvar, íta á pivot-töflu og íta bara OK. Þá fæ ég hérna niðri sheet 1 og þetta hérna eru þá pivot tabla og þá í rauninni eru filterarnir faktist komnir hingað og þá get ég farið að leika mér í stað þess að nota þessa filtera hérna eins og ég er með árið, við ætlum að skoða öll árin en við ætlum einungis að skoða kaupandann sem er þá í þessu tilfelli bara Samskip. Þetta er rosa lítið af gögnum en með pivot þá get ég gert þetta líka. Ég get sett árin hérna í columns, kaupandinn fari hérna í rows og filterinir eru alltaf þarna. Þannig ég smelli hér, vel Samskip. Hvað sagðirðu? Og ég ætla að skoða verðmæti í columns, kaupandinn fari hérna í rows, þetta líka. Ég get sett árin hérna í columns. Árin í columns. Þetta er LibreOffice, þetta er ekki sama. Kaupandinn fari hérna í rows. Í rows, segir hann. Ok. Það stendur ekki. Það stendur bara fyrst tegund, flokkur, fiskar, vinnslugreinir, landhelgir, heimsálfa. Ok. Og filterinir eru alltaf þarna. Þannig ég smelli hér, vel Samskip. Kannski land þá? Og ég ætla að skoða verðmæti Samskipa og þá er ég... Ok, verðmæti... Þessi greiði. Ok. Ég komið með svipar upplýsingar ef ég hefði líka hérna í rauninni tekið magn út. Ég veit ekki hvort það sé í rauninni hægt. Nei. Þannig að hérna fylgir til að mynda alltaf magn með. En hérna er ég búinn að taka einungis verðmæti sem Samskip er að selja á hverju einasta. Já, ég held ég þarf bara að gera þetta með Excel þá. Ekki inn á LibreOffice, það er eitthvað skrítið með þetta. Ok. File þar, já. Ég þarf bara að gera þetta inn á Excel. Námsefni, nei. Verkefni. Pivot tabla.
Það er þessi. Ok, fyrir setja inn. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Já, ok. Þá bara hana og gera pivot table og töfnsvæði. Þessu tafla. Hæ? Hvað? Býtu. Ég er ekki að rifna þessu sko. Séu. Skrítið. Akkur stendur það? Svona. Býtu, er það sama hátt með þig? Ok. Já, ég ætla að skipta skjárinn yfir í... Skipta í... Ó nei, hvað var það? Þessi, já. Já, svona. Ok, en ég ætla samt nota Excel. Ok, svo ég með... Ég ætla bara að seifa þig. Já, bara að seifa þig. En annað sem ég ætla að gera, opna þig og ég ætla að upload file. Hvað var það sem hann notaði? Pivot verkefni G. Er það ekki þessi? Já, setja inn. Já, ok. Tafla. Innihaldur haus. Pivot tafla. Ok. Svæði. Ok. Ég veit ekki hvað er. Hérna er verið að gefa mér. Ég hef þetta á íslensku. Ég vil hafa þetta á ensku því ég hef enga hugmynd hvor munurinn, svo get ég sjá.
við sjá. Hvað hafði hann? Hann hafði ár í columns. Er það... Columns, er það... Ár er dálkar þá, sýnist það. Ok, og sum of verðmæti, það er... Verðmæti ISK, hérna, er það gildi ekki? Gildi. Ok, næst er kaupandi. Magntón, er það... Hvar... Það stendur ekki. Það stendur ekki, hvar? Árið frá 2 með og ég ætla að skoða verðmæti samskipa en með pivot þá get ég gert þetta líka. Ég get sett árin hérna í columns, kaupandinn fari hérna í rows og ég get að skoða kaupandan hérna. Þá get ég farið að leika mér í stað þess að nota þessa filtera hérna eins og ég er með árið, við ætlum að skoða öll árin en við ætlum einungis að skoða kaupandan sem er þá í þessu tilfelli bara... Það stendur ekki. Það stendur ekki kaupandi. Hvað? Það stendur ekki. Við erum að skoða þetta aðeins. Það stendur ekki neitt. Ok. Heimsálfa, kannski kaupandi þá? Ég hef bara heimsálfa sem kaupandi þá. Ok. Svo ár fer í dálkar. Íslenskar krónur fer í gildi. Land eða heimsálfa. Ég hef haft samskip árið að leika mér í stað þess að nota þessa filtera hérna faktist komnir hingað. Fall árið, þetta er rosa lítið af gögnum en með pivot kaupandinn fari hérna í rows og og filterinir eru alltaf þarna. Þannig ég smelli hér, vel samskip. Það er skrítið. Það stendur ekki neitt. Hérna. Ok. Og ég ætla að skoða verðmæti samskipa og þá er ég komið með svipar upplýsingar ef ég hefði líka hérna En af hverju lítur allt út sem mér? Það sé að mér. Í rauninni til að mynda alltaf margur 2000-2002. Það eru nokkru hlutir sem maður þarf að hugsa segjum svo að við erum með alla kaupendur og bara verðmæti þeirra. Það þarf það líka að líta ágætlega út, þetta eru stórar tölur. Það er pínu erfitt að lesa úr þessu til í rauninni svona samsvarandi línur alveg skiljanlegar og auðgreinanlegar. Ekki veist að finna með tölur til að lesa þann. Og hérna er bara með mjög lítið dæmi. Þetta eru einungis 50 línur. Ég er rauninni þyrfti ekkert að nota pivot hérna. Þetta er svo lítið gagnasafn. En ég nota rauninni bara lítið gagnasafn bara til að sýna ykkur hvernig við búum til pivot. Og það er rauninni, segir sér nafninu, pivot töflur.
og við viljum gera töflu fyrst. Það fyrir insert og fyrir table. En það er að passa mig á því að þegar maður les hérna þetta er A1 og A1 er þessi dálkur hérna uppi. Ég hef engan áhuga að vera með hann. Þannig að það eru tvær leiðir sem ég get farið. Ég get breytt þessum A1-um. Úps, það er nú ekki að gera svona. Insert, table. Ég get breytt þessum ás í 2. Þá færist hann faktisk hérna niður fyrir mig í twistin. Og ég tók OK. Býti töflu. En síðan aftur á móti er líka að nota Ctrl og Shift. Highlight allt sem þetta nota sem töflu. Insert. Og sagt Excel þannig að þetta er það sem ég ætla að nota í töflu. Og við erum með þessa filter hérna uppi. Skal eitthvað Ó, hérna er það. Ok, þá bara ger ég hérna. Hér og ég ætla að gera pivot tafla hérna hér og kannski tafla nei ég get ekki gert neitt, nei nei Ó nei, nei, get ég reynt að fyrst taka út, lækka, nei. Nei, ég þarf að finna út, hvað ger ég þetta maður? Það sem ég gæti gert, svona. Og fyrir hér, tafla svona. Ok, ger ég bara hér. Svona. Ok, nú fyrir ég setja inn pivot blað, nýtt blað. Og ársagan fyrir dálkar, kaupandi fyrir línur og verðmæti hér. Já, það er ekki það sem ég get meir. Raunin sí og raða. Já, það er ekkert meira sem ég hef gert. Ég gæti bara að fara hingað og staða. Nota það. Ok, inn á þetta rétt. Sjá til. Ég ger það inn á LibreOffice. Ekki þetta. Vinnulag, íslenska sjónvarpar. Ég er að eyða ónauðsynlegan tíma út þessu, en já, prófa það. Ónauð. Ok. Já. Tafla. Nei. Pivot. Hérna.
Ég sheet bara nefna þetta pivot tafla og ég gerir insert pivot table bara eða pivot taflan svona insert pivot table já insert pivot table svona og ár fer í fer alltaf öðruvísi ár fer í columns ok hvað er munurinn þá verðmæti fyrir hér hér kaupa þetta fyrir hér men ég fæ alltaf annað svar nei, þetta er eins já svona já Þannig ég smelli hér, vel samskip. Með svipar upplýsingar ef ég hefði líka hérna verðmæti sem samskip er að selja hverju einasta ári frá 2000 ok, ég náði það alltaf náði loksins Ef það eru nokkru hlutir sem að þarf að hugsa segjum svo að við erum alla kaupendur og bara verðmæti þeirra þá þarf það líka að líta ágætlega út, þetta eru stórar tölur það er pínu erfitt að lesa úr þessu, við erum þetta hérna things, þetta er því 1000 separator þannig að það eru punktar á milli svo þessi auðveldar fyrir okkur að lesa gögnin til að átananskota hlutum þá fer ég hérna inn í filterinn hérna niður í sandkassanum þá get ég fara að breyta hlutum til að ok, sjáum við til sandkassanum, hann sagði það Awesome. Til að mynda hérna að fara í value field settings og hérna get ég gert allan anskotan eins og til að mynda
Það er ekki til thousand separator. Ég þarf örugglega að fara inn á... Hvað get ég... Hér. Separator? Nei. Nei, ég er ekki að leita. Raða? Hækkandi röð? Nei. Smithilíðar. Nei. Nei. Heim? Nei, samnýta. Uppsetning síðu. Formúlur. Kannski web. In the home tab, okay. Let's say home, heim. Hér, kannski. Nei. Hér, stilla fyrir. Nei. Tala. Já, þetta er það. Thousand separator. Já, hei. Eitt sem ég vil að þið munið þegar þið skilja verkefni eitt, fyrir allar ása og svona þegar þið er að skila línuritum, er það að ég vil fá thousand separator. Þannig að það eru punktar á milli svo þessi auðveldar fyrir okkur að lesa gögnin. Til að mynda það er mjög erfitt að lesa þessa tölur í augnablikinu. Þannig að þegar maður fer hérna í verðmæti, value field settings, getið farið inn í number format. Number, HKI, use thousand separator, ok. Og þá er ég hérna komin með miklu skilverkari. Já, en hann er með punkt, sko, ok, en ég er með komma. Ok, það fyrir ég thousand separator og finni mér stilling. Ég þarf að breyta það yfir í ensku, sko, sérstaklega. Nei. Það grínst með koma general. Nei, þetta er ekki það. Link, tala. Nota þetta, ég vil nota það, en ekki nota koma út þetta. Ó nei, þetta er good. Ekki good. Sérstakt. Phone number, nei. Sérstilt.
grínist í mér. Nei, ég held að það er bara hjá, það er bara að breyta tungumál. Já, sýnist það. Já. Bara breyta tungumál. Það ætti ekki. Gögn sem betur að lesa. Segja mér síðan hlutfallslega sögulega þessa fyrirtækja. Þetta er ekki hlutfallslegt, þetta eru tölur. Þá er líka hægt að fara hérna niður í sum og verðmæti, value field settings og í show value as í staðinn fyrir að sé admin field settings. Þá er líka hægt að fara hérna niður í sum og verðmæti, value field settings og í show value as í staðinn fyrir að sé í rauninni tölur. Þá getið farið inn í parent row total, ítta OK og þá getið séð hérna, já, árið 2000 þá voru Eimskip, Samherji og Samskip í þessum tilfelli bara nánast með jafna markað þessu. En síðan líður árin og Samherji var hérna efstur og síðan hérna var Eimskip. Þetta er til að mynda þessi verkefni 2 þið að fara að gera í verkefni 2 og ég ætla aðeins að byrja svona að leysa það með ykkur. Einnig. Ok. Þetta líka. Þetta líka hér. Svo skulum birta Samherja, nota það. Þína síðurlista. Summa, stillingar. Gildisvara, síðan gildi sem. Hvað gerir hann? Heildarsamtölu? Nei, ekki það. Ok. Sem. Nei. Hætta. Þá ef ég væri ykkur. Það líður aðna, já. Fyrir að sé aðna í rauninni Percent of row total. Hvað er það á íslensku? Percent of row total. Af línu hérna. What? Síðan gildi sem línu. Dálkarsamtölu? Nei. Ok. Skulum gera það. Í sum og verðmæti, value field settings og í show value tölur, þá getið farið inn í parent row total. Parent row total. Parent, ekki. Ég veit. Allt allir mér. Yfirskipaðar línur, tala það. Nei, parent row total. Hvað er það á íslensku? Docs. Hvað er það á íslensku? Þessi. Hvað er á íslensku? Hvað var? Ég held að vera þessi. Nei. Grínist í mér. Come on. Total, ítta OK.
Nei. Hvað fæ ég bara... Nei. Þetta er ekki það. Mismunur. Nei. Ekki það. Nei. Hvað er í gangi? Mér líður sem að þetta á að, þetta er það sko. Mér líður sem að... En það bara vill ekki sýna. Bíddu. Það er þessi 3, bíddu, hvernig er það? Gameskip. Ég fann það. En... Af hverju? Bíddu... Number format? Má sjá... Ég held það. Fyrir heim. Tala. Fleiri númer og snið. Hvað er núna? Nei. Prósenta. Ok, nei, það fyrir hér. Tala. Ok. Fyrir heim. Ég er núna í píputöflu. Ok. Vísindalegt prósenta. Stækka það eins. Ok, ég náði það allavega. Skrítið en ég náði það. Árið 2000 þá voru Eimskip, Samherji og Samskip í þessum tilfelli bara nánast með jafna marka af þessu. En síðan líður árin og Samherji var hérna efstur. Hann er þetta allt annað maður. Þetta er til að mynda þessi verkefni 2 þið er að fara að gera í verkefni 2 og ég ætla aðeins að byrja svona að leysa það með ykkur. Yey! Einnig þá ef ég væri hérna með 2 upplýsingar. Ég er með sum of verðmæti og sum of magn. Vildi sjá þetta bæði og til að mynda ég vil líka fá magn hérna í hlutvöllum. Þá bara fer ég hérna í magn, value field settings, show values as og parent row total og þá er komið þetta líka. En aftur á móti, þetta er ennþá pínu klunnalegt. Ég mun gera þetta aftur og aftur með ykkur. Ok. Fyrir núna í pífu sína sviða lista. Nú fyrir við hér. Magn fyrir... Ok. Er þetta venjulegt? Ég veit það ekki. Advanced smá. Ok. Mæna sjá. Er ekki sama hátt við þig? Sýningagildi sviða, sýningagildi segja. Hvað er það? Tímanum, aftur á móti og parent row total. Parent row table, ok. Ok, hvað ger ég að? Svona. Halló, er þetta ekki rétt? Svona. 3, 3, 15. 4, 15. 4, 5, 4, 4.
total og þá er komið þetta líka. En aftur á móti, þetta er ennþá pínu klunnalegt. Ég mun gera þetta aftur og aftur með ykkur í tímanum. Til að mynda, ég mun gera þetta með ykkur í verkefni 1 en verkefni 2, sýn ykkur. Já, betur aftur. Til að mynda, við höfum engan áhuga að vita þetta hér. Þetta segir mér ekki neitt. Þá getum við farið hérna í Design, Grand Totals, On for Columns Only, tekið þetta út. Grand Totals, On for Columns Only, tekið þetta út. Einnig þá er þessi auðvitað, þetta segir mér ekki neitt. Þá getum við farið hérna í Design. Design. Nei, ekki þessi. Síðu? Nei, formúlur, gögn og mynd, gögn frá PowerPoint, gagngefa. Nei, beininni. Við fara yfir lit, íklökk, gera sjálfur, hjálp, flýta lyklar, flýta table. Stillingar. Nei, það er samt ekkert. Snið, gagnalínur, nei, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Innbætur. Grand Totals. Design, pivot table styles, Grand Totals, on for rows. Þá getum við farið hérna í Design, Grand Totals. Click anywhere in the pivot table, okay. Boom. Okay. Click anywhere in the pivot, go to the design tab. Stendur ekki neitt design hérna. Er ég að missa einhverju? Hvað er í gangi? Sko. Nei. Með stillingar.
Uppfæra á Vista, baktexti, útlit, skildir, atriðamerkir, heild samstæð, nei, ok, þetta sína upplýsingar, töflahönnun, stílvalkostir, fyrir mig, veistu hvað, það væri bara auðveldara að gera þetta inn á Boxer. Já, ég nenni þess ekki maður, ég nenni ekki að vera frá Boxer maður, ég nenni þess ekki. Ég nenni ekki heldur að nota ég nenni ekki að nota svona, ok. Ég planaði ekki að nota það en ok, nú fyrir við í Microsoft. Hvað er Office? Það er ekki Office. Ok, alright, ok, það. Office. Byrju, æ. Á, já, en tókst ekki. Nú, já ekki. Já ekki, nei. Nú. Hvað er það? Er það ekki Office 365? Ég þarf að kaupa það. Má ég ekki bara hlaða niður og nei. Ég get ekki. Þú en mér ástæðan af hverju ég fór. Hvað mikið er bara Excel? Ég þarf að borga. Nei. Grínast í mér. Jöp. Það inniheldur ekki, nei. Ok.
14.000 krónur á ári, ég er ekki bara að kaupa það. Nei, ég nefn ekki að kaupa það. Ég nefn ekki að kaupa það. Farið, að sjá, get ég ekki farið hér, Office 365. Ég finn ekkert sem tengist þetta. Var ekki búin að þessu? What? Var ekki búin? Bíddu. Ó. Eða. Ég sé ekki neitt. Teikna, það er ekki hér. Nei. Skipta um tungumál. Ó nei, klukkan er 8:30. Ok, ó. Það er ekki spjall. Þetta var spjall. Ok. Pása. Svona. Very nice. Ok, ég þarf að fara út. Ger ekki raskat. Ger ekki raskat. Mjög óánægður, já. Hér er engar design tab. Hér er keyboard tafla.
Design tab ekki aðgengileg. Standa inn. Það ekki þetta sko, nei. On for columns only, take it út. Einnig þá er þessi aukastafur. Þeir segja mér raun ekki neitt. Þannig ég get farið hérna aftur í sum og verðmæti, value field settings, number format. Percentage 1, verkefni 2, síðan segir mér ekki neitt. Til ennþá pínu í take it út. Einnig þá er þessi aukastafur. Þeir segja mér raun ekki neitt. Þannig ég get farið hérna aftur í sum. Einnig þá er 2, sínu með ykkur tíma. En aftur þau byrja að fara, já, það er svona separate, grand totals, on for columns only, einnig þá er þessi aukastafur. Columns only, ég finn það ekki maður. Þessi stillingar. In the pivot table settings pane, adjust any of the following settings. Hæ? Þetta er það, heildarsamtölu og millis, oh my god. Þetta er á íslensku maður. Þeir segja mér raun ekki neitt í design, grand totals, on for, þá getur farið hérna on for columns only. Design, grand totals. Ég held ég fann það. Það er hérna. On for columns only. Já.
Oh my gosh. Ok, held áfram. On for columns only, take it út. Percentage, verðmæti, value field setting. Þeir segja mér raunin ekki neitt. Þannig að ég get farið hérna aftur í sum og verðmæti, value field settings, number format, percentage, ok. Og þá er ég að taka bara út þessa aukast. Þannig að ég get number format, percentage, ok. Já, ok, þá ger ég bara hið sama. Ok, hér. Sína sviðalista. Sína gildisviða. Markveldi, staðfrávik, hámarkvelda. Er ekki til, hvað er það á íslensku? Nei. Hvar fór hann? Og number format, percentage. Fór í number form. Já, fór í number form. Þetta fer í number form að það er. Já, mér það er heim, prosenta. Sjálfsögðu gerum þetta. Það er allt öðruvísi hjá mér. Mól er hann mjög skemmtilegur. Það er allt öðruvísi hjá honum. Já, þetta gerum við bara. Prósenta. Ekkert vandamál, held ég. Ok. Og þá er ég að taka bara út þessa aukast. Percentage. Ok. Og þá er ég að taka bara út þessa aukastafi. Number format, percentage, ok. Og þá er rauninni komið svona með heilstæðri mynd svona, já. Ég get séð það samherji, þeir voru efstir hérna, bæði magni og verðmæti, það segir fyrir sjálft, þetta eru tölur sem er að fylgja hvor annari. Og síðan aftur á móti, ef þið ætla að skilin þessu hérna, og þeir með þetta sum of verðmæti, sum of magn, þá er þetta að breyta nafninu. Nema einn galli við Excel, Excel er pínu vitlaust. Út það stendur magn hérna, þá get ég ekki skýrt þennan bara magn. Og ef ég reynir það, ít OK, þá kemur pivot field name already exists. Þá þarf ég ít á magn og bilstöng einu sinni. Og þá fæ ég magn. Og sama hérna með verðmæti, sum of og bilstöng. Ok, má ég breyta nafninu líka? Hvernig vil það hafa? Verðmæti ESK. Ok, það bara, má ég ekki bara taka það af. Heitir nú þegar í notkun. Ok. Switch, boom. Það er bara hér, gerir bara bil. Boom. Alright. Nú getum við unnið. Hér, bil og bam. Ok. Og
og þá ég komið þessar upplýsingar fyrir hvert einasta ár, fyrir hvert einasta fyrirtæki. Þetta svona lítið dæmi hvernig pivot, við getum tekið upplýsingar úr töflu, sett það í pivot og unni með það. Til að mynda getum við farið að henda inn löndum, hvert að senda, bara að draga henni inn í. Þú veist, hvað hendar best og hvað lítur best út í rauninni. Og ef við erum með þetta stærri gögn, þetta rauninni bara svipað, við vorum að skoða hérna bara í töflu. Og við erum hérna með einhverjar 23.000 línur. Og það mjög erfitt að fara að vinna upplýsingar upp úr þessu ef þið viljið þetta halda í allar upplýsingar en þið ætlið bara að extrakta smá úr þessu. Þá, eins og ég ger áðan, þá fer ég hérna insert og býti töflu. My table has headers, það passar. Ít á control og fer hérna upp. Síðan vil ég búa til pivot-töflu. Ít á OK, fæ hérna pivot-töflu. Og þá, eins og þið sjáuð áðan, allir headerarnir eru komnir hérna. Og núna get ég farið að vinna með þessar upplýsingar í aðeins svona þægilegra viðmóti í stað þess að fara að nota alltaf þessi að filtera og fara að flokka þetta þannig. Þannig að hér til að mynda, ef við erum með, mig langar að skoða allt sem við erum að selja bara til Evrópu, þá myndi ég fara hérna í heimsálfur, taka út allt nema Evrópu og velja Evrópu, setja hérna í rows. Það er svona góð regla að við erum með ár hérna í dálkunum, við erum með heiti í rows eða röðum og síðan erum við með töluleg gildi hérna í values. Og þá get ég valið ár, mér finnst gott að vera með ár hérna í dálkum til að sjá frá hægri til vinstri. Og segjum svo ég væri að horfa einungis á flatfisk, þá myndi ég setja flatfiskan undir. Flatfiskur getur líka verið ofan en líka þessi hérna reitur, hann er mikið notaður ef við erum bara með eitthvað eitt að einu. Eins og við erum í rauninni hérna með Evrópu og flatfisk. Þannig ef þetta væri allir flokkar fiska, þá þarf ég ekki að sjá annað Evrópa, botnfiskur Evrópa, flatfiskur Evrópa. Það er tvenns ég get gert, ég get sett heimsálfuna fyrir ofan, þá kemur Evrópa bara hér, eða í sama ég get sett heimsálfuna hérna og allar upplýsingarnar allt sem við erum að selja til Evrópu kemur hér. Og þá er bara spurningar í að skoða magn, íslenskt verðmæti eða dollara, segjum bara að vorum að skoða magn. Þá fáum við þessar tölur hér. Og eins og ég sýndi áðan, þetta eru leiðilega tölur. Þá fer ég í value field settings, number format, number, use 1000 separator, OK. Og þá sjást töluna miklu betur að við erum hérna með 339 milljónir í hérna, eða 339 milljónir kíló, þetta eru 339.000 tonn af uppsjávarfisk sem fer til Evrópu. Og já, í rauninni bara með pívotnum þá get ég að... Ok, prófum að gera þetta. Já. Svo... No. Eyða, já, eyða og eyða. Ekki bara paste. Oh.
Okay. Nú hefur við tölurnar yfir í, förum heim, förum hér, tala, nú förum við yfir í prósent skildatátt, förum við í prósentu, hvað er að minka þessu? En aftur setja inn, tafla, lægi. Hvað ef ekki bara pífutafla? Hvernig hafði þetta? Hann hafði heimsálfa í filters. Nei. Hann hafði heimsálfa í filters. Þetta er rétt hjá mér. Nei. Þetta er rétt hjá mér. Línur. Já, nei, heimsálfa er henni síur, já. Svona. Og sum of magn. Gildi. Áfram fiska, dálkar, svona. Ok, þetta er komið. Nú fyrir við hér og svona, setjum, förum heim, gerum, hann vildi hafa þetta í, Þarna hafa þetta í prósent. er ég búinn að finna heitangar rúða Ameríku og þá er ég bæði með tölur fyrir Evrópu og búið til þannig sem nýjan pívotinu fyrir neðan. Okay. Og fara að vinna með hérna þyrfti ég bara að breyta flokk. Nei, við auðvitað botfiskurum alla hérna, ég meinti breyta heimsálfu, breyta Evrópu í eitthvað annað og þá get ég breytt heimsálfunni hér úr filter bara í Ameríku og þá er ég bæði með tölur fyrir Evrópu og Ameríku. En þá get ég breytt botfiskurum alla hérna, ég meinti Nei, við auðvitað botfiskurum alla hérna, ég meinti breyta heimsálfu, breyta Evrópu í eitthvað annað og þá get ég breytt heimsálfunni hér
úr filter bara í Ameríku og þá ég bæði með tölur fyrir Evrópu og Ameríku en auðvitað Þetta rétt hjá mér. þá tölurnar lægri fyrir Ameríku og það Evrópa miklu stærri en þá miklu þægilegra að gera annað sem þið þurfið síðan að gera í verkefni 2 þá myndi ég fara hérna niður í botnfiskur Evrópa hægri smella, fara í move or copy segja move to end create a copy og segja ok, þá kemur henni endan í rauninni bara nákvæmlega sama skjal nema þá myndi ég fara eða niður í botnfiskur Evrópu og búið til það og ég búin á mjög einfaldan máta og tekið út bara það sem ég vil vita því kannski ég búin að finna þetta hér ég vil ekki breyta þessu 330 og ég upplýsingarna ég tók kontrol og fer henni upp Já, ok, hann fór hann okay. Hvar var þetta? Þetta óunnið. Pívotafla, ekki þessi. Pívot, nei. Tafla, nei. Hvað setti ég það? Það ekki þessi. Hennar, já. Hérna. Hann nefndi Síðan vil ég búa til pívotöflu. Ég tek OK, fæ hérna pívotöflu og þá eins og þið sjáuð áðan að við notum hér þið getið faktískt gert tvennt. Þið getið afritað þetta og búið til þannig sem nýjan pívotinu fyrir neðan og fara að vinna með hérna þyrfti ég þá bara að breyta flokk nei, við auðvitað botnfiskur alla hérna, ég meinti breyta heimsálfu, breyta Evrópu bara nákvæmlega sama skjal nema þá þarf ekki að fikta þessu skjal lengur ég fer að fikta þessu sem heitir þá botnfiskur Ameríka og þá get ég breytt hérna heimsálfunni í Ameríku og þá á ég þessar upplýsingar bæði í þessu Excel-skjali út frá þessum pívotgrunni sem ég var að vinna með. Þá ég búin að finna á botnfiskur Evrópa, botnfiskur Ameríka í stað þess að vera alltaf með þessa töflu og draga þetta hérna. Og þá erum við komið bara að verkefni 2 og ég ætla svona aðeins að fara í það og því miður þá Hörður ekki búin að setja inn linkin fyrir Excelin en hann kemur inn bara von bráðar. Og þá erum við komið bara að verkefni 2 og ég ætla svona aðeins að fara í það og því miður þá Hörður ekki búin að setja inn linkin fyrir Excelin en hann kemur aftur á móti þá næri þetta til 2002, ekki 2003 en það bara fínt fyrir mig vegna þess að ef ég ætla núna að fara með ykkur í gegnum þetta þá ég ekki að nota sömu tölur og þið eigi að nota þannig að þið getið ekki bara gert nákvæmlega sama og ég gerði og skilað inn þegar það væri allt rangt. En ég ætla að sýna ykkur hvernig ég myndi leysa þetta í rauninni. Hvað fyrsta skrefið til að búa til pívotöflu? Laukrétt. Insert table. My table has headers. Yes. Og hvað á næsta skref? Fara í insert og ég þá pivot table. OK. Og ég myndi þá draga þetta sheet fram hjá gögnunum og ég myndi ekkert gera neitt við þetta hérna meira. Þetta bara gögnin mín. En vegna þess að þið þurfið að svara í verkefninu, verkefni 2, hlekkur og leiðbeiningar og skilverkefni, þið þurfið að svara 1, 2, 3, 4, 5. Og í
1 er A og B, í 2 er A, B, C, D, 3 er A, B, C, D, 4 er A, B, C, D og 5 er A, B, C, D. Þá myndi mér finnast þægilegast, og þegar ég er að vinna með þetta, að skýra hana hérna. Þetta er bara hreinn pivot, ekki búin að gera neitt hérna inni, bara tvísmell hérna og ég ætla bara að skýra þetta grunnur. Það er vegna þess að ef einhvern tímann eitthvað fer í rugl, þá þarf ég ekki að fara aftur hérna og búa til annan pivot. Ég á bara svona hreinan grunn hér. En skoðum þessi verkefni 2. Hvað er ég að gera í verkefni? Markmið verkefnisins er að æfa notkun á pivot aðgerðum með Excel og hins vegar auka skilning nemenda á vinnslugreinum og mörkum fyrir helstu tegundir sjávarafurða sem fluttar eru á erlenda markaði á Íslandi. Þannig að þegar þið eru að fara í gegnum gögnin, þá eru þið líka að læra eitthvað af þessu. Þannig að þetta er ekki bara það að kenna ykkur á pivotin, heldur gögnin sem hörður mun hlaða upp. Þið lærið eitthvað en þið sjáuð svona kannski einhverja þróun til að mynda, sko, þetta er eina verkefni sem það er mjög líklegt að margir fá 10 á og það er bara að gera allt rétt. Það er bara einn liður í öllu verkefninu sem er ekki, hvað maður að segja, ekki pivot, það er 5D. Ef mikill munur á verðmætum árið 2004, 2008, 2014, 2014 í lið A til C, hver er líkleg skýring? Þá í rauninni bara megið bara fara á netið og skoða, við erum ekki að búast við því eigi að kunna þetta og svara bara í aukt Excel bara af hverju það eru breytingar. Ég ætla ekki að segja ykkur svarið en það sumt er mjög augljóst. En þið þurfum ekki að endilega sýna neina heimildir í þessu verkefni. Þau bara segja okkur af hverju eru breytingar. En skoðum við þessu verkefni, svara þar öllum spurningum, hver spurningu er 20% og síðan er mikilvægt þegar þið skilið verkefninu, þið skilið því bara heitin á því og síðan nafnið eitthvað fyrir aftan. Vegna þess að þegar við hlöðum þessu niður þá nennum við ekki að fara að rekja eitthvað hver er author á þessu skjali og hver á það. Þetta er einstaklingsverkefni og við berum saman Excel-skjölin því að það er mjög ólíklegt að hver og einn hérna sé að fara að skila inn nákvæmlega Excel-skjali. Það eru margar leiðir til þess að komast að sömu upplýsingum. Allar niðurstöður eiga að vera með pivotflokkun, ekki með einhverjum... Pása. Málið er, ég er ekki nokkur. Ég var hrjóðin í lígi, ég er frekar sattur, en ég var örugglega aftur svangur. Og ég veit ekki, halda áfram því þá er ég allan að byrja. Sjáum þig. Ég vinn bara til 10. Ég vinn bara til 10. Ég ætla mínu 10. Þetta er... Vinn til 10 og formúlum fyrir utan, ef við erum að spyrja eitthvað, ekki fara að... Vinn til 10. Málið er, ég hef ekkert að gert það. Fyrr klukkan 1, ég gerði það ekki. Léti. Byrja léti. Hvað var að byrja? Og fyrir miðvikudag. Hvað er ég að gera með lífið mitt, maður? Af hverju er ég í háskóla? Ég meina, þú ser inn á YouTube að vera... Ser inn á YouTube tala háskóla
að hversu peningasóun það er. Allan í Bandaríkjunum. Ég er ekki viss á Íslandi. Og læra allan eitthvað. Saman kvennafræði. Kvennafræði. Feminist studies. Ertu að grínast í mér? Veistu, það sem ég hagnaðist mjög mikið, örugglega besta skóli sem ég hef verið í er listgreinaskóli. Þú ert að læra sem tengist iðnaði, já. Beintenging við iðnaði. Fór ég heimsókn. Allt þannig. Basically, ég fór í heimsókn í Samherja og flakkaði fisk og allt þannig. Þetta var sem gerist í fiskiskóla. Bara meira. Íslensku sjávarútvegur, námskeiðin er bara rauninni hvað fiskiskóli í Ísland er með. Þetta er ekki fyrsta skipti með þetta, já, ok. Ég er mjög hissa. Það sem kom mér óvart er uppgötva fólk er að læra fisk, læra sjávarútveg og allt þannig, en hefur aldrei séð fisk áður. Það er frekar kaldhæðnislegt. Ég meina, þú ert að læra fisk og fiskiðnaði, læra fiskvinnsluvélar og allt þannig, en ég hefur aldrei snert fisk áður. Það er bara eitthvað vonsvikilegt að hugsa þannig. Ég meina, þú ert komin á háskólaaldri. Þú er háskólaaldri og hefur læra fisk og hefur aldrei snert unnum fisk áður. Ég held það er eitthvað rangt með menntakerfið þá. Það er ekki í lagi. Þú veist að handreikna þetta. Við viljum sjá þetta í pívot-svari. Og það sem ég var að sýna ykkur áðan, við breytum gögnunum í töflu, síðan í pívot og við fáum þetta á nýrri síðu, new worksheet, eins og ég var í rauninni búinn að gera hér. Gerði þetta töflu, gerði þetta pívot og hérna er bara komið grunn. Já, stendur að segja nefnda grunn. Og síðan eru hérna líka leiðbeiningar eins og ég er búinn að segja ykkur hafa ár, lárétt í kolum og annað í ró nema verðmæti og magn, það eru svona tölulegar upplýsingar. Og síðan er beðið að nota rautt letur til að auðkenna niðurstöður í töflunum. Það sé ekki þarf að skrifa neitt texta með svarinu nema með 5D. Þannig að, spurning til að mynda 1. Þá viljum við að þið noti pívot til að taka í sig gögn, búið til töflu, búið til pívottöflu og segja okkur. Sýnir íslensk verðmæti og magn sem hlutfall af heildarútflutningi árin 2004, 8, 14 og 2022. 2024 fyrir ekki. Ég er með 2022. Og þá hægri smelli hérna á grunn niðri, segi move or copy, move to end og segi OK. Nei. Move or copy, move to end, create a copy. Mjög mikilvægt, Hakim, create a copy. OK. Hérna fæ ég grunnur 2, en ég ætla að skýra þetta hérna. Spurning 1a. Því ég ætla núna að fara að svara spurningu 1a. Og þá er ég hérna úr með grunnunum, ég er með ár, afurðaflokk, flokkur fiska, vinnslugrein, land, heimsála, magn í kílóum. Þetta eru kíló, ekki tonn. Það er stafsetningarvilla í verkanarlýsingunni, þannig að skiptir ekki á miklu máli. Íslensk verðmæti og dollarar. Og við erum beðin að finna íslensk verðmæti, magn og sem hlutfall af heildarútflutningi fyrir þessi ár. Þannig að gott að lesa í hverja eins línu hvað er verið að biðja um. Og síðan hérna botfiskur og uppsjávarfiskur sem er þá partur af filternum flokku fiska.
Og þá bara byrja ég að setja þetta inn, ég er með ár, ég get hakað hérna í og Excel setur þetta sjálft fyrir mann einhvers staðar. En vegna þess að ár eru tölur þá heldur hann þessi values. En þetta eru ár, þannig að maður flytur þetta hérna yfir í columns. Þið eigið að vinna með árin 4, 8, 14, 2024, þannig ég ætla að vinna með árin 2003, 2006, 2011 og 2022. Og þá fer ég hérna í filterinn og vel árin sem ég á að vinna með. Þannig að þegar þið gerir þetta þá þurfið þið að velja 2004, 2008, 2014, 2024. Og við erum að vinna með íslenskt verðmæti. Sjáum hvernig ég gerir þetta. Ok, svo ég vil gera þetta svona. Svo spurning 1 að Halló? Ok. Það læg með þið núna. Læg með þið niður, alltaf. Sjá. Vinni því. En að vinni því. Ok, spurning 1 að, spurning 2. Ég ætla bara að eiga þau. Eiga það. Ok, fyrir núna. Spurning 1a. Fyrir hér. Ok, hvað ég sé? Hvað á ég að sína? Sýni íslenska verðmæti og magn í tonn sem hlutfall. Og tonn eða magn sem hlutfall prósent á hlutfall. Ok, svo Geo table. Ok, nýtt blað. Svo ár. Hvað meira? Magn. Það er gildi og magn. Ég er að velta fyrir mig, það er hérna. Magn sem hlutfall að heila útflutningi, ok. Spurningin er árið 2000, ok, en leið mér langa að breyta þessu í ár. Hvað er það? Verðmæti. Magn. Ok. Já, ok, ég get farið hér, 2004. Ok, 2004, 2008. 4, 2008, 2016. Og ég sjá. Ég má ekki, ok, 2004, 2008, 2004 hérna og 2016 var það. Þessu 14, ok, 2014, svo, ok, 2014, svona, og max sem prósent, ok, get ég haft því sem, ok, get ég haft því sem, já, ég held það, heildarsamtölu, ég held það, ok.
að sjá. Hvað er það að gera hann á? Nei, hér, kannski. Svona. Verðmæti og magn. Þá getur hakað inn í íslenskt verðmæti og magn og það kemur hérna niður og við erum að vinna með flokkfiska. Það er að segja við erum að núna finna upplýsingar um botnfisk og uppsjávarfisk. Annað, botnfiskur, flatfiskur, skeldýr og krabbar og uppsjávarfiskur. Og það kemur hérna í raðir. Og ég er alveg að vera búinn í rauninni. Það er alveg að koma hjá mér. Eitt sem gerist, eins og sjáuð, það kemur hérna að grand totalinn fyrir að sýna einhverja e-tölur út af svo stóra tölur. Ef það kemur fyrir hjá ykkur í verkefnu, eins og hér, og þegar skila tölum, þá farið hérna í sum og verðmæti, value field settings, number format og veljið tölu. Og síðan auðvitað use thousands separator. Og þá breytist þetta í eðlilega tölur. Og þá líka gera þetta fyrir magn. Því að sumstaðar þurfa að sýna hlutföll, sumstaðar þurfa að sýna tölur. Ok, allt að gerast. Ég er búinn að velja árið mín, fyrir mér var 2003, 2006, 2011, 2022. Íslensk verðmæti, sum of magn, ég ætla að vera með dollara, svona, ekki með það íslensk, en þið þurfið samt að gera þetta sjálf. En það er eitt aðalmál í þetta. Sýna þetta sem hlutfall af heildarútflutningi. Og þráttur ég sé bara að biðja botnfisk, þá er ekki nóg að taka út allt og velja bara botnfisk. Vegna þess að ef ég tek bara botnfisk, þá sé ég bara botnfisk, ég sé ekki heildarútflutningur yfir árið fyrir alla flokka. Þannig ég vel þetta svona og við höfum að sýna þessi hlutfall. Og þá gerum við eins og við tölum áðan. Í staðis að sýna töluleg gildi, þá þarf maður að fara hérna niður í sum of íslensku verðmæti til að mynda, value field settings, show value as og íta hérna í no calculations á parent row total. Og sama með magn, value field settings, show values as, parent row total. Líka, ok. Basically nálægt en ok, svo hér. Magn er búið, það er núna íslenskt. Ég vissi ekki að tíma sem. Já. Calculations á value field settings, show value as og íta hérna í no calculations á Parent row total, ok. Það var þessi gæi, ekki? Hérna. Ok. Ég hef enga hugmynd af það. Ok. Ég sýnist á. parent row total. Og sama með magn, value field settings, show values as, parent row total. Síðan endilega takja út þessu aukastæði, við erum bara með þetta hreint. Þá fer maður í filterinn og fyrir number format, ítir á percentage, passar að standi hérna 0, ok. Gera þetta. Já, nú fer ég bara hér og gera þetta svona. Ég veit ekki hvað. Svona. Þetta er hérna fyrir magni líka, number format, percentage, ok.
Og svona í lokin endilega takið þetta henni í burtu því þetta segir ykkur ekki neitt. Það að segja, þú veist, þetta að taka eitthvað grand total af þessum hérna prósentum, en þetta segir ykkur bara ekki neitt. Þannig að þá ferum maður hérna í design, grand totals, on for column. Pivot table. Stillingar. Columns only. Og þá er henni bara eitt sem ég á eftir að gera til að skila þessu svari. Það er rautamagn og verðmæti fyrir öll 4 árin. Bara til að sýna að þið vitið hvað þið eigi að vera að leita að. Og þá, til að mynda að segja að ég sé ekki með botnfisk, ég er með flatfisk. Þá vel ég þetta svona, bara raut. Rautamagn og verðmæti öll 4 árin. Ok, sem er... Fara með hann. Og þá botnfisk, vitið hvað þið eigi að vera að leita að. Og þá, til að mynda að segja, sýna að þið vitið hvað þið eigi að vera að leita að fyrir öll 4 árin. Rautamagn og verðmæti fyrir öll 4 árin. Bara til að sýna að þið vitið hvað þið eigi að vera að leita að. Og þá, til að mynda að segja að ég sé ekki með botnfisk, ég er með flatfisk. Þá vel ég þetta svona, bara raut. Og þá er ég búinn að svara. Þið megið alveg svara þessu með að breyta þessum hérna í rauðan. Bara veist að þið sýnuð okkur að þið funduð rétta svarið. Þið þurfið ekki að skilja þessu svona. Til að mynda við erum með árin hérna og values. Ef árin væri fyrir neðan, þá kemur þetta svona. Þetta sýnir okkur sömu niðurstöður. Og það má hafa þetta svona. Það eru margar leiðir til að svara þessu rétt, þannig að, og kannski einhverjum ykkar finnst hérna ógeðslega ljótt að hafa þetta ekki í stærðaröð. Þá er þetta að smella hérna hægri, sort, large to smallest. Og þá allan að filtera þennan reyndir ekki. Ég veit ekki hvað ég meina. Það eru margar leiðir til að skila þessu inn. En þetta var spurning 1a og ég átti að finna fyrir flatfiskana, því ég finna fyrir botnfisk. En spurning 1b er alveg eins nema. Ok, já. Botnfisk og uppsjávarfisk. Hvort er rétt eða rátt? Ég veit það ekki. Já. Það vil líka svara. Hvað er lögðan? Já, enda bara þessu. Já, þetta er bara góð byrjun. Við klárum 2, 3, 4, 5 bara morgun. Mögulega morgun. Tilvonandi á morgun. Já.